Góðan daginn, ég komin hér í Reykjavík og ég að fara ná í vegabréfin fyrir strákana mína út af því að við erum að fara til útlanda núna bara eftir nokkra daga og ég ætla ekki að taka vélina með mér, ég held alveg örugglega að ég sé á réttu stað, við sjáumst hérna inn í bíl eftir örstuðstund. Þá ég búinn að ná í vegabréfin, ég reyndi að koma inn í Hafnum fyrir aftur og ég búinn að ná í vegabréfin fyrir strákana og þetta eiginlega, shit hvað mér hlakka til maður. Þetta verður ógeðslega gaman og ég ógeðslega spenntur. Mér finnst vera bara allt of langt í þetta. Mér finnst allt of langt í að við förum út. Ég get ekki beðið, við erum búin að fá pössum fyrir hundinn, fyrir Ronju, hún Salni og Jói. Þau ætla að passa hundinn hjá okkur núna á meðan við verðum úti og svona þau eru ótrúlega dugleg að passa fyrir okkur alltaf þegar við þurfum að gera eitthvað og við þurfum pössum fyrir hundinn, þá eru þau alltaf tilbúin að segja já og vilja hafa Ronju og mér þykir rosalega vænt um það, þannig að Salni og Jói, bara 1000 þakkir, þið eru æðisleg. Já, ég get ekki beðið eftir því að fara út, það verður við vorum að skoða veðurspána, hitaspána, hvernig veðri verður þegar við verðum og það svona average svona 29 til 34 sem sagt á daginn, svo fer þetta alveg niður í 18 held ég til 24, held ég að ég sé að fara með rétt mál. Ég ótrúlega spenntur, mér dauðlangar einhvern hluta vegna núna út af því að það verður við förum eitthvað út í sjó og svo verður eitthvað vatnsækindagarður og eitthvað. Mér dauðlangar að kaupa mér svona GoPro eða eitthvað svona sem getur farið í vatn, þannig ég geti tekið það með. Ef það einhver sem þorir og tímir að lána mér eina GoPro-vél, allavega einhverja vél sem getur farið í vatn og höndlar það alveg, mér þætti ótrúlega vænt um það. Ef ekki þá bara enda ég með að kaupa mér eina, reyna að semja við Anitu að ég megi það en bara þetta kostar alltaf veldig peninga maður, það er gallið við þetta sko. En ég komin í Hafnarfjörð, ég ætla að henda mér á æfingu og svo bara sjáumst við heima, er það ekki? Hættu blæðri og borðaðu. Djók. Djók. Við erum komin heim, það reyndar klukkan orðin 8. Svo sem þið í? Það rekordið. Já. Já, klukkan þetta 8 og við erum fyrst núna að ná að fá okkur eitthvað aðeins að borða. Baltasar hrikalega sáttur. Benjamin eiginlega bara svona korter í að ná að snúa sér, sem geðveikt, þannig að Anita eiginlega bara að standa yfir honum og bíða eftir því að ná að snúa sér, þannig að við náum því á mynd. Við ákváðum að fara á lokal, fá okkur grænmetis, ég man ekki, ég fer með teriyaki, eitthvað mínus netur og Anita með strawberry eitthvað. Eins og aðra daga, ég veit eiginlega ekki hvað við erum að fara að gera í kvöld, hvort að við séum að fara að gera eitthvað. Baltasar bara að fara að lúlla og það endar örugglega með því að við horfum á Orphan Black á Netflix og ég ætla að fara fram mér að borða. Gjaldi kallinn minn. Já. Baltasar. Takk fyrir mig. Svangur, borða það sem á gaflinu. Þetta borða það. Núna Baltasar búinn að borða, við erum búin að borða, við erum að gefa Benjamin, eða Anita að gefa Benjamin að borða. Við erum að fara að setja Baltasar í lúllið, þannig að ég held að þetta verði ekkert mikið meira í dag. Ég ætla að enda þetta í dag, bara afsaki hvað þetta stutt og þannig sé lítið og ómerkilegt. Þetta var svo lítið, ég tók svo lítið upp. Það leiðilegt. Af hverju afsaka það? Þetta er þitt YouTube, þetta er þitt vídeó. Ég veit það.
Allavega, það verður miklu meiri dagur á morgun. Við ætlum að kíkja aðeins út á land í sumarbústað. Ég ætla að enda þetta dag, takk aðeinslega fyrir áhorfið, Mundi, þú ert frábært, þú getur gert allt sem þú vilt. Sjáumst á morgun, njóttu lífsins, bye bye.